fer maður úr því að vera svona low quality maður yfir high quality maður af því menn fæðast ekki high quality, það bara gerist ekki og menn læra á ykkur tímapunkt í lífinu og það þetta speed up the process, fara miklu hraðar að því. Í þessu þætti ætlum við að fara yfir 3 helstu hluti til þess að byrja algrunnin til þess að byrja að vera eitthvað aðeins betra heldur en þú ert. Þetta er prógram sem ég fór í gegnum, process sem ég fór í gegnum. Ef við skoðum töluleiki og menn sem spila töluleiki að þeir spila til dæmis Dota og þeir vita allt alla hetjuna, þeir vita allt hvað allt heitir og þeir vita alla abilities, kosti og galla og hvað hetja virka vel á móti hverju hetju og hvað kaupa í búðinu og svoleiðis. En svo kemur á þeim sjálfum, þá vita ekki neitt hvernig á að levela sjálfum sig upp. Og lífið basically er svo fokkið tölvuleikur. Þú levela sjálfum upp með að sækja upplýsingar og læra hvernig þú kemst áfram. Í þættinu ætlum við að tala 3 bara algrunnin atriði hvar við getum byrjað að vera meira high quality maður. Svo kemur með eitt system sem lætur þið líta út og vera og sérstaklega stelpur finna fyrir svona protection feeling. Það skiptir ekki máli hvort út. Feitur eða grannur eða kannski ekki slást eða aldrei lent í neinu veseni. Mjög einfalt að gera og þú getur gert þetta strax og núna þá strax býrðu til þessu tilfinningu sérstaklega stelpum að þú er svona protector. Skilur, þú getur varað þér og passa upp á þér. Ég mun fara í það í lokin. Ég get lofa því, ef þú veist ekkert hvað þú vilt vera, hvert þú vilt stefna, hvernig karakter, hvernig manneskja, hvað eiginleika, kostu þú ert og þú hefur enga vinnu að gera neitt til þess að laga og þú ert í aðstöðu í dag sem þú líkar ekki við að vera í, vilt ekki vera í þessa aðstöðu, vilt ekki vera þessa manneskja. Eftir 10 ár, ef þú gerir ekki neitt, þá verður sama manneskjan í sömu stöðu, alveg sama hvernig umhverfið þú býr til eða hvort þú vinnur í lottó eitthvað, þú verður alltaf sama manneskjan. Þess vegna ætlum við að breyta því. Og fyrsta skrefið er að finna út hvað við viljum, eða hvert við viljum fara, hvernig eiginleika eða kosti við viljum hafa. Við viljum koma inn á sögu hérna. Sem sagt þegar ég var í skátunum, að þegar ég var rosa óöruggur og lítið í mér og svona, en þá sátu öll inn í herbyggja, það voru fullt af fólki hérna, það voru eitthvað strákar og stelpur og eitthvað svoleiðis. Og ég þráði ekkert meira en það en að tala eða vera partur á hópnum eða segja eitthvað. Tala ekki að vera fyndin og stelpunum myndi hlæja og strákan myndi taka mig í sátt og eitthvað svoleiðis. Ég man eftir að ég sat hana og ég bara náði ekki að koma neinu orð út um mér. En ég læt mig síðan hafa það og ég segi eitthvað. Man ekkert hvað það er. Og þegar ég segi eitthvað þá svona vilingin hlusta á mig, vilingin að pæla í mér, en það verður svona pínu þögn og svo segir einhver, einn af þjálfarunum eða yfir skáta gaurunum. Og hann segir eitthvað og það hlæja allir að mér. Og ég teka rosalega inn á mig og á þessu mómenti vissi það að ég vil ekki vera þessi típa þar sem ég get ekki sagt það sem ég langar að segja, vera feiminu og óöruggur eða þarf alltaf að hugsa það sem ég ætla að segja áður en ég segja það. Þannig að frá þessu mómenti þá vildi ég breyta því og til þess að finna hvað þú vilt breyta í þér eða beturbæta eða laga ef þú veist ekki neitt hvert þú vilt fara, það er að hlusta á það sem þú vilt ekki. Sem ást í vinnunni og þolir ekki eitthvað segir til að segja hvað átt að gera eða yfirmaðurinn eða í samstarfsfélag alltaf segja hvað átt að gera og þú bara þolir ekki. Getur verið að þú vilt vera þitt eigin fyrirtæki, vera þinn eigin herra, stjórnmaður. Þá þarf að finna út af því. Ef þú þolir ekki pening, bara virkilega hata, þá getur vel verið að þú vilt eiga pening. Þannig að þú vilt vera manneskjan sem getur þénað og er capable búa til pening. Ef þú með félagsskvið til dæmis. Viltu vera manneskjan sem mynd vera 40 eða 50 með félagskviða sem maður, þá er það frekar óaðlaðandi og þetta er hlutur sem getur lagað og við ætlum að gera það í einhverju þátt á getur talað hvað þetta gera til þess að laga en þegar þú byrjar að fylgjast með allir hluti sem lætur líða óþægilega að þú vilt vera akkurat öfugt við það manneskja sem fær félagskviða, þá viltu vera manneskja sem fær ekki félagskviða, þá viltu vera manneskja sem getur líðið vel og örugt í hvað umhverfi sem er. Fyrsta skrefið er að hlusta á tilfinningarnar og pæla hvar þú ert að líða óþægilega og hvað þú vilt svona öfugt við það. Þá nær að mynda pínu stefnu hvert þú vilt fara og það er miklu léttara að vinna í hlutunum og vita hvað þú átt að gera þegar þú veist hvað þú vilt ekki. Þá kom númer 2. Hvernig förum við að því að vera high quality maður og að það byrja á einum hlut. Þetta skiptir ekki máli hvað þú gerir, hvað þú ríkur, hvað jakkaföt eða hvað þú breytir, ef þú nær þessu ekki þá er mjög hæpið, en þetta er fyrsta sem þú gerir til þess að ná þessu alfyrsta, að þegar þú nær tökum á þessu restin verður ekki easy en þetta er gott til þess að halda sér í stefnunni til þess að líka koma yfir nennið og koma yfir óörgið og svona leys.
Ég skal henda inn einni sögu. Þegar ég krakki þá ég heima á mér og við erum að horfa á American Idol og það systir mín og vinkona hennar og mamma og pabbi og okkur svoleiðis. Og það kemur einhver þáttttakandi á American Idol sviðið og það allar að missa sig í augunum. Það bara allar að deyja yfir augunum sem hann með. Það bara, ég hef aldrei upplifað það áður. Og þá vildi ég vera með svona augu. Þannig að ég bara, ok, þetta vil ég upplifa. Þannig að ég var alltaf með í hausnum á mér að fá þessu augu og í dag ég komið með þessu augu. Það bara, ég alltaf fór hrós fyrir svona ákveð augu og þessu augu heita Hunter's Eye og ég var ekki svona fyrir svona ár síðan að ég lærði hvað það væri og þetta alveg þing, ég vissi það ekki, ég bara gerði á með þetta og ég bara náði í. Það eftir að sjá það sérstaklega í frægu fólki að án að vera frægt og svo vera frægt og þá eftir að sjá svona before and after á Hunter's Eye look og eftir að upplifa þetta og mér vissi að mér langar að upplifa sig að vera með svona augu, svona fall ákveðna augu, svona Hunter Eyes augu, þá fór ég bara að byrja að ímynda mér það og eins og ég væri með það og fyrsta skrefið að geta búið til mynd í hausnum hver þú vilt vera og bara búa til og þú basically bara fantasía þú basically bara búa til einhver ímynda hausnum sem þú vilt vera og með ástæðan okkur þetta virkar að þegar heilin veit ekki munin hvort þú ert að gera eitthvað í alvöru eða hvort þú ert að hugsa að einhverju leyti sem þýðir að ef þú sest og lokar augunum og ímyndar og þú ert að keyra eitthvað sportbíl, bara eitthvað draumbílinn og þú ímyndar eins og það skiptir gír og þú ert að keyra hann og þú veifar fólkinu sem þú þekkir í bara sportbílinu sem þú vilt eða snekkjunni eða bara whatever. Þú munt fá sömu tilfinningar og þú ættir hann að bíl eða ættir þessa snekkju eða væri orðin þessi manneskja sem þú vilt vera. Af því heilin gerir sig ekki greinarmun ef þú ert að ímyndar eitthvað og að gerist raunveruleikanum. Þess vegna getur fólk mist vitið af því það bara gerir sig ekki greinarmun hvað raunverulegt og hvað ekki. Og við getum notað þetta til þess að búa til þessa tilfinningu eins og við séum orðina einhverju, orðin manneskjun sem við viljum. Af því það mun kalla okkur áfram í að gera þessa hluti sem þýðir ef þú ert með einhver huga hver þú vilt vera að ef þú vilt vera meira business-gaur þá fer að kannski horfa myndir sem eru business eða business eins og Suits. Það mjög, það lögfræðingur og hann alltaf klæða sig til þess að svona sjá hvernig aðrir að gera eða finna fólk í lífinu sem nú þegar orðið þessar manneskjur eða karakterar sem þú vilt vera, vilt bæta í. Eins og ef þú vilt vera meira fyndin þá getur þú fara að horfa á stand-up og þá ertu ekki að horfa á það til þess að horfa á það, þá ertu að horfa á og reyna að pæla í því. Hvað hann að gera? Af hverju þetta fyndið? Og reyna að svona kopja hann svolítið. Svo að byrja að ímynda þetta og hugsa og þá koma tilfinningar sem munur reyna að stoppa við að gera þetta og það til dæmis trúa að þú getur orðið þetta eða koma hugsun að þú getur ekki orðið þetta eða þú kannt þetta ekki eða þú hefur ekki tíman eða þú veist ekki. Það mjög eðlilegt af því að heilin reyna að verja þig að reyna að komast í óþægilega aðstöður eða vonda stöður og þá gerir hann allt þess að búið til afsakanir til þess að ekki láta að gera svo hluti og þess að stoppar oft menn í að verða að einhverju, skilur og líka eins og með kvíða ástæðan okkur vill ekki laga kvíðana því að þá veit heilin að þú þarft að fara laga hann og það finnst honum óþægilegt og mun líða illa óþægilega og þá reyna að stoppa þá kemur hann með afsökun þetta lagi að vera með kvíða þú verður bara heima og skiptir ekki máli og getur bara planta pítsu og þarft ekkert að fara út og meira sem getur gert að umgangast fólk sem þú vilt líkjast ekki líkjast, fá eiginleika af eins og einhver mikið sjálfstraust, þá viltu fylgjast með hann af hverju með sjálfstraust, einhver mjög fyndin af hverju hann fyndin, hvað hann að gera sem ég ekki að gera ég skal koma inn og sögu félagi minn elskar Suits, hann bara elskar karakterinn og horfa ógeðslega mikið á Suits og sem lögfræðingur svo þurfti hann að fara í ákveðum mál og það enda að hann fannst lögfræðingurinn ekki nóg hæfur og hann byrjar að semja spurningarnar sem lögfræðingurinn átt að spurja og hann var bara komið með þetta og búin að horfa svo mikið og það gekk mjög vel hjá honum þú tekur eiginleika frá hluti sem þú vilt þú ert að búa þeim til karakter saman eins og í töluleik að búa til skinn eða eitthvað, þú addar þessu skinn, fá þennan lit fá þetta item sama gerur í fokki lífinu það mjög gaman sko, ég get sagt það þegar þú byrjar að gera þetta þá mun svolítið gerast fólk mun segja hætt að þykjast vera eitthvað annar heldur og þetta ert ekki þú og það enda rétt hjá þeim en það eru menn sem að þykjast vera eitthvað eða vilja láta fólk horfa á sig eitthvað hátt vera eitthvað cool eða fyndin eða whatever
og þeir eru alltaf þykjast af því þeir halda því séða með þeir en þykjast en það er meira heldur en en það sem við erum að gera að við erum að þykjast við eitthvað annar, við erum að pröfa að breyta karakterum, við erum að pröfa einhver aðra eiginleika til þess að gera okkur betri, til þess að ná eitthvað árangri. Þar erum við að horfa át frá þeirri sjónhorni að við erum að læra eitthvað. Við erum að læra, taka eitthvað út, þetta virkar ekki og byggja ykkur. Af því að þína fekk ég ofta að heyra, gaur, hægt að reyna að vera eitthvað sem vært ekki. En málið bara, ég var að reyna að fucking beturbæta mig. Núna í dag ég miklu meira ég sjálfur heldur nokkuð tíman. Ég bara betri útgáfan af sjálfum mér af því ég veit hvað virkar og hvað ekki í þessum aðstæðum eins og hvað að vera fyndin, hvernig að vera fyndin, þetta er bara formúla ég læriði það bara, en fyrst ég var að byrja þá var fólk bara, gaur, þú ert ekki fyndin þetta þykist að vera einhver fyndin gaur eitthvað svoleiðis. Þannig að við erum byrjað að ímynda okkur og svona setja okkur vision hver við viljum vera og hvaða eiginleika og kosti við viljum hafa. Svo erum við byrjað að fylgjast með kringum hvar við getum tekið svona eiginleika og kopja þegar við þurfum ofta að kopja til þess að byrja því við vitum ekki hvernig á að byrja en við vitum ekki hvernig á að gera og svo umhverfið að þegar umhverfið sem þú ert í eða þegar þú býrð í kringu þig endurspeglar hver þú ert sem alltaf vera businessgauir þeir alltaf veldir fara, snirtilegir en svo herbyggið í rústi það endurspeglar ekki bara að taka til og þrífa herbyggið svona að hjálpa þér að fara og ná betri árangur í að vera þú sjálfur. Þetta hljómar eins og bara eitthvað að hafa hringt í herbygginu en þú veist, segjum þú keyrum á okkur druslu. Þú bara þolir ekki hann bíl og hatar hann en þið langar í eitthvað miklu flottar bíl og miklu draumabíl. Þá viltu trýta bílinn sem átt núna eins og hann væri bílinn, draumabílinn. Þá byrjar að líða vel fyrir að eiga bílinn sem átt og þá byrjar aðlaga meira þannig hlutum maður. Þannig að umhverfið sem þú ert í skiptir rosa miklu máli. En félagið mér, hann sem sagt eyddi pening sem hann átti ekki að reiði í, svolítið miklu peningi að kaupa skrifborð og fullt af ykkur dóti til þess að geta gert svona vinnuaðstöð heima á sér. Hann vissi ekki átt að gera það var ekki pening til þess og eyddi svolítið pening, en hann gerði það þegar hann vissi að hann bjó til umhverfið sem léttara fyrir hann að vinna heima. Og þegar þú gerir líka þetta, byrjar að búa til umhverfið sem léttara fyrir að aðlagast að vera svo vilt eða stefna svo vilt. Ef þú færir ræktin á að vera fitt og heilsusamlegur, þá ertu ekki með fullan skápa eitthvað nammi, skilur. Þá byrjar að rífa allt þetta í burtu að því fólk sem er í ræktin ekki með fólki nammi í skápnu sínu, það með kannski nammi en í nóvara mín. Og eins og umhverfið, það líka þú sjálfur. Ef þú ber ekki virðingu fyrir sjálfum þér, þá ber fólk ekki virðingu fyrir þér. Og ef þú vilt að fólk ber virðingu fyrir þér, þá þarf að byrja virðingu fyrir sjálfum þér. Og þá byrjar að vera snyrtilegur til fara, klæða það betur, fara í klippingu og halda utanum þessar hluti. Make þetta sens. Þetta er fyrsti þátturinn minn, ég er að reyna ekki að fucking afsaka með hana en þetta er fyrsti þátturinn þannig að ég er að reyna að koma svo út á skilríkum hætti eða eitthvað. Þannig að nú komið að þriðja hlutunum sem mér finnst mjög áhugavert og mjög skemmtilegt að því að skiptir ekki máli hvort þú kannt ekki að slást eða lemja eða hefur hann lendir í riðvildum eða getur grannur 60 kíló eða feitur og whatever, bara skiptir ekki máli þegar langar að fólk horfa á því sem svona protector eða provider eða svona eitthvað svona sérstaklega eins og kannski með einhver stelpur til deyta, þú vilt hún upplifi örugg hjá þér og að geta allir gert þetta nú þegar. Ok, segjum svo sem að þú ert að labba göngustíg á kvöldi til og þú ert að deyta stelpu eða kærastan eða vinkona eitthvað og þú ert alveg hægra megin, hún er í miðjunni og svo er manneskja að fara að mæta okkur og hún mun sennilega labba þá vinstra megin við ykkur og þessi manneskja sem er að fara að mæta okkur getur verið eitthvað gaur með hettu, það getur verið gaur með maður með hund, það er kvöld, pínu spooky. Ef þú tekur hana, tekur bara utan axlana hennar og færir hana hægra megin og þú setur sjálfan þig í miðjuna þannig að þegar þið mætið þessu manni þá er hann að fara að labba hliðin á þér en ekki henni. Þá er hún hægra megin, þú í miðjunni og maðurinn er að fara að labba inn á vinstra megin. Segja hægra megin á vinstra megin ykkur. Þannig að þú ert að setja líkam þinn á milli. Þá ert að búa til þessa tilfinningu protector. Það geta allir gert þetta. Og hugsa þetta koncept. Ef þú er búin að læra þetta, hvað meira getur þú gert? Ef þú ert að labba hlýðan á mjög busy götu og stelpan er upp við götuna, þá tekur þú utan á axlina og bara færa hana, eða þá bara þú ferð. Þú ert ekki að spyrja um leyfið, þú ert ekki að má ég færa þig, ég ætla að passa upp á, ekki svoleiðis. Þú bara gerir þetta á að vera svona instinkt inn í þér.
og þá býrðu til þessa tilfinningu eins og þú ert protector. Get basic, og ég er með fullt á svona hlutu til þess að tala og þetta er svipað að spila Dota og þú ert með eitthvað ability sem gerir þig sko 5 sinnum sterkari í 3 sekúndur. Þetta er basically sami hlutur. Þú bara tekur þig öxlina, færir hana eða það bara þú ferð á milli og það býrðu til þessa tilfinningu. Þannig að já, fyrsti þáttur, takk fyrir.